Viktor Traustason, forsetaframbjóðandi. Ertu velkominn til minn í spjallið. Já, takk fyrir að bjóða mér. Þitt framboð hefur vakið nokkra athygli. Svona, það er margt óvenjulegt við þetta framboð, sérstaklega við miðum við hinn framboðin öll. Þú ert hingað kominn og því ég baði að koma til minn í spjalla því að þetta nú persónukjör og okkur langar til þess að kynnast aðeins persónunni sem umræðir, en þú ert mjög svona afmarkaða stefnuskrá sem við viljum að fara í líka á eftir, en byrjum kannski bara aðeins á hver er maðurinn, hvað ertu gamall og hvaðan ertu að koma? Ég segi ofta fyrstu minningarnar eru að ég ólst upp á stúdentagörðunum þess að ég bjó með mömmunni og Vesturbæingur flutti út á Seltjarnarnes, bjó í Garðabæ á meðan ég var í háskóla. En annars hef ég búið í flestöllum hverfum á höfuðborgarsvæðinu og Fáskrúðsfirði, Vopnafirði, Vestmannaeyjum, Kína, Danmörku, ég held að það sé allt. Okay. Hvaða árger ertu? Ég er ekki bifreið, en ég er fæddur 1989. Þannig að, ok, og stúdentagörðunum, hvað var mamma henni að læra þegar þú bjóst á stúdentagörðunum? Hún er í félagsfræði, held ég. Og hvernig ertu sem barn, ertu í íþróttum eða ertu í hver voru helstu áhugamálin? Ef það er eitthvað svona utan skóla þá er það svona mest sem ég var á að voru svona heimspekinámskeið. Já. Mér alltaf myndist það heillandi, sérstaklega eftir að mamma las fyrir mig Veröld Soffíu þegar ég var krakki. Já. Íþróttir held ég aðalega bara á skólalóðinni, A-bekkurinn á móti B-bekknum í hverjum einustu frímínútum. Og hvernig unglingur verður? Ertu, ég fæ á tilfinningun og sért svona listhnegður, varstu í einhverju músík eða hvað varstu að gera þegar þú varst á unglingsárunum í svona áhugamálum og svoleiðis? Ég frekar kannski nörd að þykjast vera rockari. Já. Ég er með sítt hár en fékk góðar einhvernir. Já, og ég skil, nörd að þykjast vera rockari. Þannig að þér gekk vel í skóla og þú sagði bara á hann og þú byrjaði allavega í MR og kláraður MR eða? Jú, ég gerði það. Fékk mér sérstaklega viðurkenningu í stjörnufræði. Já, ok. Sem ég tek sérstaklega fram að því að það var það eina sem ég fékk viðurkenningu fyrir. Já, ég fékk viðurkenninga fyrir góða mætingu í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Það var eina sem ég fékk viðurkenningu fyrir. Svo það er kannski mikilvægast svona seinna í lífinu. Það var svona eiginlega það sem kom mér í gegnum skólan. Ég segi oft frá því, fyrstu 2 árin mín var ég bara fjalli á mætingu 4 rannir í röð og fekk engar einingar. Og svo kláraði ég þetta á næstu 3 árum. Þannig að ég var 5 ár í Fjölbrautaskólanum en raun og veru bara 3 ár þar sem ég var mætti 100% og sligaðist í gegnum þetta. Ég held að þetta sé dálítið rétt hjá þér af því að ég hef alltaf verið hörmulegur í því að læra heima og líka í háskólanum. Þumalputtareglan mín var bara að mæta í alla tíma. Já. Og það er nánast í svona 90% af því sem maður þarf að gera. Ég tók þetta einmitt á því sko. Og hvað svo fórst í háskólan, varst ekki að læra hagfræði eða? Mikið rétt. Já. Og ég sá einhverstaðar að þú ert með 2 háskólagráður. Hvað ertu þá með BS í hagfræði eða? Og meistaragráði. Og meistaragráði hagfræði líka. Eða, í Danmörku þá var þetta kallað Candid Polit og ég spurði ekkert sérstaklega út í það. Já. En þeir eru með sitt eigi kerfi. Já. En það er á sérst. Ok, í hvaða skóla varstu í Danmörku? Kaupmannahafnar háskóla, KU. Ok. Það er alveg eins og HÍ nema það tala allir dönsku þar. Já. Þannig að þú gætir alveg eins farið að sækjum bara sem starf seðlabankastjóra einhvern tímann þegar þessu er lokið það. Ég veit ekki hvernig það deil út þeirri stöðu. Nei. En ég hef minni áhuga á því. Já. En hefur einhvern starfað sem hagfræðingur? Nei, ekki beint. Þess vegna segi ég alltaf ég megi löglega að kalla með það. Já, einmitt. Og hvað þú varst í hálft ár í Kína, var það bara ævintýraþrá eða hvernig kemur það til? Ég átti kærustu sem að bjóðar og hún var að læra og ég ætlaði að fara í heimsókn, þannig ég keypti mig miða aðra leiðina og fór síðan ekkert heim og endaði að vera þar í hálft ár. Já. Og hvernig er Kína? Ég hef aldrei komið þangað. Hvernig er svona upplifunin að vera þar? Fyrsta sem ég hugsaði var skítugt. Já. Í hvaða borg varstu? Held ég Ningbo.
þetta er borg fyrir utan Shanghai, þetta er svona lítil 13 miljón manna borg. Já, bara kósí. Já, hún er ekki á topp 10 listanum í Kína en hún er stærri nánast í allar borgir í Evrópu. Já. En já, á kínverskum skala þá er þetta svona lítil smábær fyrir utan Shanghai, bara 13 miljónir. Já. Og upplifur að meðan þú ert þarna að kínverskt samfélag sé mikið öðruvísi heldur en það sem þú ert vanur og evrópsk samfélag? Sko, fyrsta kvöldið jetlag og allt þetta, ég vaknaði alveg super snemma og var að gista á einhverju hosteli í Shanghai, þannig ég fór bara út og labbaði svona í kringum eins og segja amerísku, þetta blokk og því ég var komin á bakvið búin að taka eina beygju og horfði inn Húsasund svona klukkan 5:30 morgun að þetta var svona einmitt dálítið eins og í svona amerískri bíómynd, svona blautir veggir og svona dimmt og þar var svona bekkur þar sem var kona með svona kjötöksi að saxa niður kjúkling undir byrjum himni. Þessi fugl að fara inn á veitingastæðina hinum megin og vera seldið þar og bara já, ok, herru, hingað erum við komin. Já, en að því að við stærum okkur að því yfirlega að við sko búum við frjálslynd lýðræði og mesta frelsi á plánundinu og svona upplifum maður að þegar maður er í Kína að fólki þar búi við annars konar stjórnarfar? Veit ekki hvort að ég hafa endilega tekið sérstaklega eftir því því að svo umgekst ég ekkert endilega mikið af Kínverjum. Það var svona háskólaþorp en nei, ég veit ekki hvort að maður taki nákvæmlega eftir því sjálfur ef maður er ekki heimamaður. Mér finnst svona áhugavert sko, maður pælur oft í bara hvernig það er að búa í Norður Kóreu til dæmis sem er náttúrulega sko, einum skala ofar í einhvern veginn svona stjórnlindi heldur en Kína en þetta er náttúrulega, þetta hljóta að vera allt það er bara einhvern veginn allt öðruvísi upplifun að búa þarna. Jó, sko fyrsta sem ég tók eftir er að það sem að þú þekkir sem kínverskan mat er ekki kínversku matur. Já. Ég kannast ekki við neinni rétt þarna og þeir eru ekki jafn svona bragðgóður er ekki kannski rétt orðið en já, þetta er ekki sama bragður og nings. Nei, mitt. Herðu, ok, og þú ákveður núna að gefa kost á þér til embættis forseta Íslands sem er nokkuð svona stór ákvörðun, brött og þetta er svolítið stórt skref að stíga. Það er þó að, já, sumir segja að það hefði ekki mikið farið fyrir frambúðinu, þá ertu nú samt orðin landsþektur eða mun landsþektari heldur þú varst fyrir nokkrum vikum eða mánuðum síðan. Hvað kemur til að þú ákveður að taka þennan slag? Sko ég var búin að hugsa stefnumálin svo sem áður og svona yfir höfuð hvað er hægt að gera innan forsetaembættisins svona sem er lýðræðislegra þannig að sé í samræmi við stjórnarskrá og hvaða stefnu var hægt að bjóða fram frekar en að bjóða fram eitthvað svona ego eða ímynd sem á bara að fara í fín koktelboð þannig að ég var búin að undirbúa það svona gróflega áður en að Guðni tilkynnir að hann ætli ekki að halda áfram eða? Já, ég er alveg búin að melta það alveg í nokkur ár en síðan mitt þarna hvort það er 2. eða 3. janúar, ég mannaði ekki annan þá einmitt kemur tilkynning frá Guðna að hann ætli ekki að bjóða sig aftur fram og þá er svona eiginlega bara strax rofi í höfðinu sem bara shit, þetta er að fara að gerast eða ekki og þá vissur að kallið væri að koma. Já, ég byrjaði á að hringja í ákveðin skildmenni og vini svona sem ég líti upp til og veit svona í gegnum tíðina að maður getur rætt við á svona hluti sem eru stjórnmálags eðlis og já, ég fekk grænt ljós frá öllum þeim sem voru í kringum mig og þá hugsaði ég, jú, heyrðu, maður kýlir bara á þetta og síðan held ég 5. janúar að þá hitti maður vinina og fekk líka grænt ljós frá þeim og þá var bara svona, heyrðu, ég er með blað í vassanum, er einhver með penna
byrja bara að skrifa fyrsta undirskriftilistan á blað og ég held að við vorum 6 þarna, sátum á bar í Reykjavík og báði barþjóðnir skrifuðu líka og fólki á næsta borði og þá hugsaum við, hei, 10 undirskriftir, nú er bara 1490 eftir. Þannig að það var aldrei einu svona ákvörðun svona ég ætla að fara í frambóð heldur, þetta er svona eins og að fara í fjallgöngum, maður horfir ekkert á tindin, maður lítur niður fyrir sig, þetta er eitt skrif í einu og reyna bara að hrasa ekki á leiðinni. Þá erum maður að veita og þá erum maður að skrifa í gestabókina. Nákvæmlega. Og hvað, þessi stefnumál, nokkuð ljóst að þetta er undir ákveðnum áhrifum frá stjórnlagaráðinu, sem sagt nýju stjórnarskránni sem var skrifuð eftir hrunið. Varstu að fylgjast með þjóðmálum þá og eða hvernig var á þessum tíma sem að hrunið verður? Ertu þá niður í bæ eins og margir að taka þátt í öllum hasarnum og svona fá svona innblástur fyrir lýðræðisumbætur upp úr því eða? Ég held að ég hafi örugglega sko haft meiri áhuga á svona hlutum áður en að hrunið gerðist með við marga aðra, þannig að ég var einmitt spurður að í gær hvort þetta væri mínu eðli. Ég held að mannfólk hafi ekki endilega eitthvað eðli en þú veist, ég hef alveg verið að hugsa svona hluti í marga áratugi og fatta þá hvað ég er orðinn gamall. En ég var náttúrulega í menntaskólanum í Reykjavík þegar að búsáhaldabyltingi var og eðlisfræðikennarinn okkar þar, hann tók ekki mála að kenna okkur, hann bara, veist, hvað er að gera hér? Drulleikunir á Austurvöll, veist, ég er ekki að fara að kenna ykkur tíma í dag. Þannig að, þú veist, maður var þar í hópnum. Já. Það var nú, sko, ég hugsa oft, sko, að þeir Íslendingar sem að voru ekki þar, hafa mist af einhvern veginn svona ótrúlegri upplifun, af því að þetta bara vera niður í bæ þegar að mótmælin stóðu sem hæst og þegar bara eldar loguðu niður á Austurvelli og að þetta var fyrir mig persónulega ótrúlega svona eftirminnilegt og hvað við segja, inspírerandi. Maður svona þetta hafði mikil áhrif á bara hvernig maður einhvern veginn þetta var svona lífsbreytandi viðburður. Ertu ekki sammála því? Ég ætla að segja líka bara lætin. Ég er ekkert viss að það hefði endilega verið hægt að kenna tíma á þessum í menntaskólanum. Og ef það heyrðist í kennaranum að hvort einhver héldi athygli á meðan að hasarinn var í gangi bara beint fyrir utan. Hemmitt. Og svo kemur upp úr þessu, eins og ég segi, stjórnlagaráðið og það er kosið nýja stjórnarskrá sem var síðan reyndar bara niðurstöður þeirrar kosningar voru bara settur hann í skúfu. En þarna er nú svona einhver vísir að þessum málum sem þú ert með, er það ekki? Hver er aftur þessi 4 helstu atriði sem að þú ert að bjóða fram? Ég hefði reyndar bara 3, en ég skal hafa 4. Nú er það bara 3? Ég get haft 4 sem þá bara eðliðira eða tilgangin sem er einmitt að bjóða ekki fram einhvern persónuleika sem að tekur í höndin á fínu fólki og stígur síðan bara til hliðar. Heldur er þetta stefnumál sem að þeim er öllum ætlað að vera ekki byggð á mínum stjórnmálaskoðunum og fólk þurfa ekki að reiða sig á minn geðþótta. Að þetta sé ekki einhver manneskja sem þú þarft að treysta til að taka réttar ákvarðanir, heldur að bjóða fram bara stefnumál sem að í rauninni tala sínu máli og þú veist fyrirfram hvað ég kem til með að gera. Þú þarft ekki að ágera á því er hann að fara að vera með mér í liði eða ekki. Fyrsta stefnan er að hafa enga þingmenn sem er á þeirra, sem er bara þrískipting ríkisvaldsins frá Montesquieu og er alveg 300 ára gömul hugmynd. Númer 2 er að hafa 10% mótmælaþröskuld þegar kemur að málskotsréttinum, 27. grein stjórnarskrárinnar. Þannig að þá þarf ekki að treysta því er hann að fara skrifa undir eða ekki. Ég segja, hei, ef að þið viljist þjóðaratkvæðagreiðslu, komum bara með 10% mótmælatíminn og þá skal ég ekki skrifa undir. Það er fengið frá tillögum stjórnlagaráðs og síðan er númer 3, þar sem ég kalla týndu þingsætin, að það er allur sá hópur fólk sem að mætir á kjörstað, fer inn í kjörklefa, skilar atkvæðinu sínu og fær ekki fulltrú á Alþingi. Og við fundum vel fyrir þessu að þetta var mikið í umræðinu eftir kosningarnar, hvað var það? 2013 aðalega? 2013 er mesta gremjan út af þessu að því að þá eru
9 týnd þingsæti sem sagt ef þú myndir reikna hann hóp saman, allir þeir sem hafa ekki gefið ríkinu eða alþingi sitt leyfi eða umboð til að tala þeirra máli sem eru þá þeir sem að skila auðu, þeir sem skila ógildu og þeir sem að kjósa stjórnmálasamtök sem að ná ekki 5% af landsvísu hópurinn sem á það allir sameiginlegt og það eitt sameiginlegt hafa ekki veitt neinum umboð sem að er núna sitjandi á alþingi já, ef þú reiknar hann saman sem einn stjórnmálasamtök miðað við núverandi kosningalög að þá hefðu þau fengið 9 þingsæti 2013 í dag er þessi þingsæti 4 og þetta getur gert það að verkum að það er hægt að mynda meirihluta á þinginu sem samræmist ekki meirihluta kjósenda þannig að minnihluti kjósenda getur náð meirihluta völdum á þinginu út af því að það er bara svo mörg atkvæði sem fá ekki vægi og þeim bara hendur ruslið. Ég man eftir að Máni félagi minn í Harmageddon talaði mikið einmitt þetta á þessum tíma og þetta er náttúrulega tilkomið væntanlega mesturleiti af því að sko þegar við vorum litli strákar þá var bara svo kallar fjórflokkur eins og sagt er og en með tilkomu nýrra stjórnmálaafla sem að bjóða fram og ná margar hverjar ekki inn á þing þráttur að fá kannski allt upp í tæplega 5% atkvæða að þá verða ennþá fleiri atkvæði algjörlega dauð sem að er svona nýlunda í íslenskum stjórnmálum í raun og veru sem við höfum ekki þurft einhvern veginn að hugsa mikið út í fyrir nefnitt að sem við sjáum sósíalistaflokkurinn síðast er með tæplega 4% cirka held ég og það eru búið að vera nokkrar hreyfingar á undanförnum kosningum sem að hafa búið fram en ekki fengið erindismerfiði. Þannig að það er rétt sem þú segir að það er fullt af fólki sem að greiddi einhverjum atkvæði sem að hefur síðan fær enga vikt inn á þinginu. Já, ég held að það sé ekki allt saman Jónasi frá Hriflu að kenna því að hann hafði þetta sem þríflokkin upprænlega og svo var svigrúm fyrir einn stjórnmálasamtöku í viðbót þannig að allir, einn eða allir af þessum flokkum sem voru þá gátu klofnað eins og frjálslyndi flokkurinn var lengi vel og ég birti það einmitt í forseta kynningunni minni að í staðin fyrir að standa heima í stofu og klappa hundi og þykjast rókastlega sætur og segja treysti mér að þá hafði ég bara stillimynd eða svona einn skjá engri tónlist, engin að tala yfir og ég bara sýndi fólki týndu þingsætin síðastliðin 20 ár og hvort það er 2003 og 2007 að þá eru ekki týnd þingsæti ég hef líka gert þessa greiningu held ég alveg aftur til ársins 95 og þetta er ekkert mikið vandamál einmitt á þessum tíma og fólki getur fundist það sem það vill Davíð Oddsson og sjálfstæðisflokkin á 10. áratugnum sem að ég man eftir að sumir voru pirraðir yfir en það mikilvæga er að þeir voru með umboð frá kjósendum saman hvort þú sett sammálaði eða ósammálaði hins vegar eftir hrun þá fer einmitt að bera á því að sá hópur þingmanna sem situr á alþingi er ekki að samræmast mætingu kjósenda á kjörstað og ég sé þetta mín stefna í þessu er þá að bara krefja alþingi aukin meirihluta fyrir þessi týndu þingsæti þannig ef að þingsætin eru 4 bara ætlast þið til þess að mála á alþingi sem samþykkt með 4 auknum meirihluta til að vega þau upp þá veit ég að þið eru með umboð frá fólkinu sama hvaða fólk það er og þá er ekkert vandamál og við getum haldið áfram og því hvað mér finnst málið en ég ætla að fá skjóta þið inn að það er vill svo skemmtilega til eða leiðinlega að þegar að þingsætin eru svona mörg að þá endar það alltaf í því að þingið er rofið hvort sem er þessi þing ná aldrei að renna sitt 4 ára skeið forseti þarf alltaf að rjúa þessi þing ef þú bara lítur á síðastlegin 10-15 ár þannig ég held að þetta sé fyrirbyggjandi aðgerð til þess að einmitt stuðla að pólitískari stöðuleika og komið í veg fyrir það við þurfum alltaf að rjúa þing og búa til nýra kosninga hvort sem er út af því að það er svo mikið af týndum þingsætum. Áttu við að það hafi verið þannig undanfærið að forseti alltaf þetta rjúa þing? Alltaf þegar náttúrulega 2007 voru engir týndir þingstólar þannig séð en svo kemur hrunið og þá verður mjög mikið ósamræmi eða misræmi milli vilja kjósenda og þeirra sem að sitja á þinginu það bara kom ekki fram sem dauð þingsæti í þeim alþingiskosningum 2007 af því þá voru allir sáttir þannig að en já, það þing er rofið
og síðan bara ef þú lítur á tölurnar alltaf þegar það eru týnd þingsæti þá endist þeim ekki kjörtímabilið. Nei, og þetta tímabil núna, það sem eru 4 þingsæti, það verður það fyrsta sem að næra renna sitt skeið ef það næra renna sitt skeið. Það er eins og búið að koma með eina vantrauststillögu og það er alveg fólk sem að vill að þetta sé stoppað og fá ekki að klára síðasta ári sitt. Já, það var mjög sennilegt að það muni vera sprengt þetta stjórnarsamstarf. Já, það gæti vel verið og þá bara samræmist það aftur kenningunni. Já. Ég hugsa að eina ástæðan fyrir að það hefur gerst út af því að það eru 3 stjórnmálasamtök sem eru búin að koma sér saman meirihluta á þinginu í dag og ég er ekki með nákvæmlega tölu við það, en ef að sá meirihluti er meira en 4-5 yfir, að þá eru þau í raunin að vega upp týndu þingsætin hvort þið er með því samstarfi. Þannig að já, en þá líka samkvæmt minnistefnu, þá ætti þetta ekki að vera neitt vandamál. Ok, en ef við hugsaum þetta bara svona í praktík, sko, ef við gefum okkur það að þú er í kjörin forseti Íslands og eftir næstu þingkostningar þá væru þarna einhver döð þingsæti. Ég meina, hvernig myndir þú tryggja það að þessu verið fylgt? Já, ég myndi þurfa að fylgja því og þess vegna er ég með svona skýr og einföld stefnumál af því að fólk þolir ekki kosningalóforð og það er einhver stendur ekki við þau en það myndi bara sjást svart á hvítu leið hvort ég sé að standa við hlutinu sem ég segi það ekki út af því að forseti þarf að skrifa undir öll lög sem eru samþykkt á Alþingi. Þannig ég myndi segja við þingið, ég get ekki með góðri samvisku skrifa undir lög sem ég veit að þið er ekki búin að tryggja meiri hluta samþykki frá almenningi fyrir. Þannig að því miður við þurfum bara að senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þið geta ekki samþykkt hluti með einum meiri hluta þegar ég veit að það eru 4 týnd þingsæti. Þið þurfið 5 aukin meiri hluta til að tryggja það að þið séu með samþykki frá kjósendum til þess að fara í þessi mál. Þannig að þá myndi ég bara ekki skrifa undir það og senda það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég minnur bara fyrsta mál sem kemur frá þinginu. Fyrsta málið sem var ekki samþykkt með það auknu meiri hluta að það geti vegið upp týndu þingsætin. Já, mitt. Og væri það þá ég sem er alltaf stofnandi þjóðaratkvæðagreiðsla að því að þingið myndi vita af þessu eða er það þá þingið sem ætlar að vera með stæla og nei, við ætlum bara samt að gera þetta öðruvísi. Hver fær sökina, það kemur ljós, það voru eftir að vera háð því. Þannig að í praktík þá myndur bara vinna þetta þannig að þú sem forseti myndir bara líta svo á að það þyrfti alltaf þennan aukna meiri hluta frá þeim sem ætla að fá samþykkt lög og ef hann næst ekki þá skrifar ekki undir. Ég get ekki gert það með góðri samvisku, nei. Nei, ég skil. En ætli þetta sé væri raunverulega mögulegt að í framtíðinni einhvern veginn að hafa þetta sem reglu, að það er bara sem sagt að það eru í staðan fyrir að það eru 63 þingmenn að þá eru kannski bara 59 af því að 4 þingsæti og þá eru bara þeim færri þingmenn á þinginu það þingið af því að ákveðin atkvæði hefði fallið niður dauð. Það hægt að ímynda sér margar mismöndi útfærslur á þessu sem að komast flest allar að sama lokamarkmiðinu eða tilgang sem er að fá samræmi milli kjósendana, þeirra sem mæta á kjörstað og þeir sem að fá síðan að vera fulltrúar þeirra á þinginu. Það er ein útfærsla. Eitt er til dæmis bara að afnema 5% regluna en það er stjórnlagabreyting og það myndi þurfa 2 þing til þess. Það er eitthvað sem ég sé ekki gerast í náinni framtíð. Þess vegna er ég myndi að bjóða þetta fram bara sem stefnu innan forsetavaldsins sem væri þá tímabundin í 4 ár. Það er þetta pröfukeyra þetta, það er engar skuldbindingar. Svo væri líka hægt að mögulega breyta bara kosningalögum og taka þar fram að allir þeir sem að fá ekki jafnaði þingmenn og auðir og ógildir skulu reiknuð sem ein stjórnmálasamtök í lokin og fá þá annarkvort hvað maður vil kalla það auðsæti eða sæti sem að kjósa þá bara nei í öllum málum út af því að það er ekki búið að tryggja það að það sé umboð fyrir þessum sætum og þau hafa ekki gefið neinum leyfi til þess að tala sínu máli. Já. En þetta með að þingmenn með ekki vera ráðherrar eins og segir, þetta er náttúrulega þessi klassíska hugmyndin þrískiptingu valdsins en við tölum þannig og við teljum okkur vera með þrískiptingu valdsins og
það að segja það framkvæmdavald, löggjöfavald og dómsvald sem að er þannig í raun en af því að þeir sem að sinna framkvæmdavaldinu eru líka þingmenn, þá lítur þú svo á að þetta sé ekki raunveruleg þrískipting. En meina, er ekki einhverjir stjórnmála spekingar sem myndu samt segja að þetta sé í reynd þrískipting? Jú. Hún er þrískipt eins og hún er skilgreind í núverandi stjórnarskrá, þar sem að forseti má ekki vera þingmaður, hæstaréttardómarar mega ekki vera þingmenn. Það er tekið fram að ráðherrar fari með vald forseta. Svo kemur þetta líka fram að ráðherrar hafa ekki atkvæðisrétt á Alþingi nema þeir séu líka þingmenn, þannig að það er alveg leyfilegt. Ég er ekki að hengja mig ómikið á því sko hvort þetta sé þrískipting eða það sé endilega rétt í eðli sínu. Ég er meira að hugsa til dæmis eins og grunnspurninguna svona, já ok, vil ég meina að þetta séu allt saman hlutastörf? Af því að hvernig getur verið í fullu starfi sem ráðherra og þingmaður? Ef þetta er allt saman hlutastörf, er þá ekki líka bara hægt að fá það á hreint? Og ef menn er ekki ráðherra og þingmenn á sama tíma, eru það mögulega kannski að fara að mæta í vinnuna? Því að þessi þingsalur er alltaf hálftómur. Ég veit ekki, kannski skella með þessi bara á klaustur eða eitthvað. Ég get allan aldrei gert það í minni vinnu. Og síðan er það bara mín tilfinning og ég held að margir tengi við það að það er oft gremja í samfélaginu sem virðist alltaf snúast í kringu sama fólkið og þau eru allt í senn þingmenn og ráðherrar og oftar en ekki formenn stóra stjórnmálasamtaka allt á sama tímanum og er ekki bara fínt að segja bara hei, slappið þess af, þetta er bara ekki búið lengur. Ef þú vilt vera ráðherra, ertu ráðherra. Ef þú vilt vera þingmaður, ertu þingmaður. En þú færið ekki að sanka að þér bara öllum valdastöðum sem að þú getur komið þér í. Og síðan, hvort það geti verið við hæfi að forseti sé að víkja ráðherrum úr embætti. Fólk hefur mismöndi skoðanir á því og ég hef í gegnum tíðina svona, látið mig detta svona einhver frumleg dæmi í hug og nú er ég bara að skálda. Ég er ekki að segja neitt af þess að ég gerst, en segir sem svo að ráðherra sé að þvo peninga á Panama eða eitthvað þannig. Þú veist, á fólk að bíða eftir því að vinir viðkomandi á þinginu sé að fara að stinga hann í bakið eða er kannski rétt að banka bara upp á Bessastöðum og segja hei, frú forseti, þessi náungi vinnur fyrir þig, ætlar að gera eitthvað í þessu, er þetta í boði? Af því að forsetinn samkvæmt stjórnarskrá í reynd getur ráðið og rekið ráðherra. Ekki bara að hann geti það, hann er svo eini sem getur það. 15. greinin segir að forseti hann skipar allar ráðherra, hann veitir þeim lausn, hann ákveður fjölda þeirra og hann skiptir með þeim verkum. Þannig að þetta er bara alfarið framlenging á forsetavaldinu og hingað til hefur enginn þeirra vilja bera ábyrgð á sínu ráðherrum. En segjum sér svo að, nú læt ég mig bara detta eitthvað í hug, að kannski er ráðherra sem er að selja fjölskyldumeðlum ríkiseignir eða eitthvað svona. Ætti forseti að grípa inn í og segja, heyrðu, ég get alveg fundið einhvern annan í þetta jobb líka, þetta er ekki það flókið. Fólk virðist geta hoppað úr einu embætti yfir í annað, með enga reynslu, búin að vera hérna í 2 ár, svo ætla ég að fara þangað í 2 ár, svo koma kosningar og þá kemur nýtt fólk inn í þetta allt saman. Þannig að þetta virðist ekki vera það flókin stað að það get ekki nánast í hver sem er sinnt þessu. En myndi það samt ekki kannski, myndi þetta ekki leiða til þess að við segjum bara ef við spólum tilbaka eftir síðustu kosningar og þessi sami meirihluti væri myndaður, að þá myndi til dæmis það er ákveðið að Bjarni Ben og Þórdís Kolbrún og Áslaug Arna og þetta fólk eru alltaf ráðherrar og þau myndi þá segja af sér þingmennsku. Þá kæmi inn í staðinn næsti maður á lista Sjálfstæðisflokksins og þar með væri Sjálfstæðisflokkurinn með jafnmarga þingmenn og ofan á það fólk úr sínum röðum í ráðherrastólum sem myndi þá efla styrk einhvern veginn flokksins gagnvart lýðræðinu svo munar. Er það ekki, menn ef þau segja af sér þingmennsku þá kemur inn í staðinn næsti maður á lista. Já, eins og segi, ég ætla ekki að blanda mínu stjórnmálaskoðunum inn í þetta, hvaða stjórnmálasamtök það eru hverju sinni sem að fá hvaða þingmenn inn á Alþingi.
samkvæmt stjórnarskráni þá eiga þau öll að vera sjálfstæðir einstaklingar sem eru bundnir bara af eigin sannfæringu. Mér sama hvernig þau mynda meiri hluta. Ég held að væri fínt að þau bara ákveði sig, viltu vera ráðherra eða viltu vera þingmaður. Það þá áhætta sem þau þurfa að taka og gera upp í sig. Og já, þá mögulega líka þarf ekki að segja upp öllum ráðherrum við næstu kosningar. Það bara, já, fá samþykki frá þinginu. Ef þetta eru umdeildir aðilar, þá kannski þetta út úr ráðherrastöðunum og mögulega á endanum þá myndast bara þannig jafnvægi að þingmenn eru ekki alltaf að tilnefna sjálfa sig. Að þá kannski bara meiri þverpólitísk sátt það að fá einhvern aðila úr samfélaginu til þess að sinna þessu embætti sem að flestir, ef ekki allir, treysta til að gera það rétt út af því að fyrsta eða önnur greinin segir að hér sé þingbundin stjórn sem þýðir að ráðherra á í rauninni bara að gera það sem að Alþingi segir samkvæmt lögum og já, get ekki flestöll stjórnmálasamtök komið sér saman það að finna einhvern hlutlausan óháðan aðila sem að kemur til með það bara að fylgja þeim leiðbeiningum sem Alþingi setur, þurfa þau sjálf alltaf að vera í bílstjórasætinu líka báðum megin. Já, það svona, maður gerir ráð fyrir því að metnaður stjórnmálafólks liggi yfirleitt til þess að verða ráðherrar. Það er svona einhvern veginn kórónan á stjórnmálaferli hvers stjórnmálamanns. Þannig að ég myndi ætla það að þegar leiðtogar og oddvitar listana í sjálfstæðisflokki til dæmis eða hvaða flokki sem myndu alltaf sem sagt kjósa frekar að vera ráðherrar heldur en að sitja áfram sem þingmenn ef að þeir eru neyddir til þess að fylgja þessari reglu. Og ertu ekki ósammála því að ef að svo yrði þá myndi það bara þýða að sjálfstæðisflokkurinn fengi fleira fólk úr sínum röðum. Ég veit ekki hvaða stjórnmálasamtök sérstaklega. Nei, við segjum ekki endilega sjálfstæðisflokkurinn, ég veit ekki af hverju ég nefndi það, bara en sá stjórnmálaflokkur sem að myndar meirihluta og að hann myndi tilnefna sína oddvita. Við vitum að það er falleg hugmynd að fá fólk, fagfólk utan þings inn í ráðherraembættin en það er bara einhvern veginn, það er ekki það sem stjórnmálamenn myndu gefa frá sér svo glatt. Nei, en er þetta eitthvað skárra í dag? Já, ég veit ekki, ég er alveg hrifinn af þessari hugmynd og þingmenn verið ekki ráðherrar á sama tíma en ég man eftir þegar þetta var rætt á sínum tíma þá voru menn sem bentu á að það myndi þá þýða bara aukinn styrkur viðkomandi stjórnmálaafls sem að fengi að véla með þetta. Já, ég fekk þessa spurningu líka í gær í viðtali og þá ætlum ég bara að segja aftur það sama og ég sagði við hann. Ég hef ekki séð þessa greiningu sem þeir eru vitni því með endilega bendur mér á það og ég skal lesa yfir það með ykkur en ég held að almenningur almennt vill ekki sérstaklega forseta sem eru að skipta sér af Alþingi eða stjórnmálum yfir höfuð og ég segi ofta Alþingi er fyrir svona hægri vinstri stjórnmál það sem ég er að tala með meira svona upp og niður stjórnmál Hvað áttu við upp og niður? Já, ekki hægri vinstri. Þessi stefnumál eru einmitt óháð mínum stjórnmálaskoðunum þegar kemur að því hvaða ákvarðanir ætti að taka. Þetta er meira að hlutinni séu þá bara gerði rétt. Og eins og þú nefndir í upphafi, er þetta stjórnlyndi eða frjálslyndi? Frekar heldur en að vera hækkun og lækkun á einhverjum sköttum eða útgjöld til ellilífeyrisþega eða eitthvað þannig. Já, nú man ég ekki spurningun lengur. Nei. En að því að þú nefnir ákvæði stjórnarskrárinnar sem að segja til að forseti skipar ráðherra og ákveður fjölda þeirra. Þetta er augljóslega ákvæði sem að eru ekki virk svona í samkvæmt hefðinni en þau eru mjög skýr í stjórnarskrárinni. Þú ert ekki með það sem sérstakt stefnumál að ákveða fjölda ráðherra en meina þú ert þeirra skoðunar að þetta stendur í stjórnarskránni og þú gætir raun og veru gert það ef það er ákveðið. Já, ég vil meina að þetta hefur alltaf verið virkt. Það er svona sem að kerfi virkar, þetta eru leiðbeiningarnar
og í sögu lýðveldisins þá hefur það alltaf verið forseti sem að hefur skipað alla þessa ráðherra, ákveðið tölu þeirra og skipt með þeim verkum. Hins vegar hefur hann alltaf þegið ráðleggingar frá þinginu og Í raun og veru er það sem sagt þessir oddvitar stjórnmálaflokkana sem að mynda saman ríkisstjórn sem að ákveða það í stjórnarsáttmála hversu mörg ráðuneyti þeir ætla að hafa og þar alveg ráðherra. Þannig að forsetinn hefur ekkert það að segja, hann bara samþykkir. Já, eins og ég segja, hann hefur allt það að segja, þess vegna er alltaf að tala í fréttunum eða þú tekur eftir því að það er sérstaklega tekið fram að þeir fari að sækja umboð. Þess að þeir biðjum leyfi til að fá að gera þetta fyrir hönd forseta. Þeir segja bara já, en þetta er svona eins og þú myndir spyrja mig hvað ég hafa í matinn í kvöld og þú getur ráðið því, en þú getur líka leyft mér að velja. En þú kannski ræður því alltaf á endanum. Þetta er til dæmis það sem að foreldrar gera við börn. Það er rauninni sambandi milli forseta og þessara oddvita sem koma hvergi fyrir í stjórnarskráni þegar þeir mynda þessar svokalluðu ríkisstjórnir sem er heldur ekki að finna í stjórnarskráni. Það er leiðtogi stærstu stjórnmálasamtaka eftir hverjar alþingiskosningar fer þá til forsetans og biður umboð til þess að skipa ákveða hverju færi ríkisráðið og kemur sínar ráðleggingar og svo er það forseti sem að kvittar undir það og segir þetta er í lagi. En það er alltaf forsetin sjálfur sem hefur ákvörðunina, hann bara leyfir öðrum að gera þetta fyrir sig. Og gætir það séð fyrir til dæmis, gefum okkur bara að aftur, þú er kjörinn forseti og svo kemur alþingiskosningar, 3 flokkar til dæmis myndu koma sér saman að mynda stjórn og þeir myndu segja við forsetan, við ætlum að fjölga ráðunautum umtalsvert, þannig að í staðin fyrir að hafa þau 12 eða 10, ég man ekki hvort það er núna, þá ætlum við að hafa 20 ráðuneyti. Við lítum svo á að það þurfi eitt jafnréttisráðuneyti, eitt tónlistarmálaráðuneyti og eitt bara eitthvað svona, kemur bara með einhverja hugmyndur að fjölga ráðunautunum all hressilega, eitthvað sem að þú myndir örugglega bara, hvað er í gangi hérna. Gæti þá séð fyrir þér sem forseti að samþykja ekki slíka tillögu frá ríkisstjórn sem að er að mynda meirihluta? Nei, í rauninni ekki, út af því að ég held að almenningur, eins og segi, almennt er ekki hrifið af slíkum forsetum. Hinga til hafa er kvittað fyrir það ef það er vilji fyrir einhver á þinginu. Ég myndi bara halda áfram að gera það. Eins og ég notaði myndlíkjunum í fjallgöngun áðan, ég er að bjóða upp á lítil skref í ákveðna átt og ég ætla ekki að fara út fyrir það. Og almennt er ég líka sammálaði að ein manneskja með geðþótt ákvarðanir ætti ekki að vera að ákvaða svona hluti. Ég veit ekkit hvað ráðuneyti eiga að vera mörg eða hver þetta sitji í þeim. Ég held að það séu mjög fáir sem að í rauninni geta ákveða. Þetta er meira að vera treysta fólki til þess, en ég held að aðri frambjóðendur sé ekki eitthvað hæfar í því heldur en ég er ekki með neina ofurkrafta og ég held að þau sé ekki með það heldur. Þannig að, ég myndi örugglega fylgja ráðleggingum þingsins. Ég ætla bara að setja þá skorður að þau megi ekki tilnefna sjálfa sig og ef þau tilnefna sjálfa sig að byrja þá bara að hætta á þinginu, svo skulum við skoða þetta. Og ef það er einhver svona skandall eins og nú ætlum ég bara að bulla, segjum svo einhver ráðherra að fara að kaupa og selja vopn á alþjóðavettvangi og senda í deilur einhvers staðar út í heimi. Þá þarf mögulega bara að víkja einstaklingi úr embætti og finna einhvern annan og ég held að þingi geti alveg mælt með einhverjum öðrum. Ég hef þurft að skila inn CV í atvinnuviðtölum, þannig að það er ekkert mál fyrir þau að skila inn CV þar sem að þeir eru með, kannski 40 þingmenn á meðmælalistanum. Flott. Þannig að, reynum að sjá fyrir okkur svona dæmi einmitt, að þú situr sem forseti og það er ákveðið að kaupa vopn inn í einhver átök sem að eitthvað tiltekið ráðuneyti ber ábyrgð á. Hvernig sér þið fyrir þér að láta þann ráðherra fara? Hvernig er þið svo framkvæmt í praxís? Nú hef ég aldrei verið forsetið, þannig ég veit ekki teknilega hvernig það er framkvæmt. En samkvæmt 15. grein þá getur hann veitt lausn. Þannig að maður kalli ekki viðkomandi á fund og allir þeir sem hafa lent í að vera sagt upp að þeir eru kannast við það.
Já, þú myndir bara ráðfæra þig við bara fórsetaritara eða og svona einhvern veginn og bara gangi í málið. Já, maður þarf ekki bara að skrifa það á blað og láta viðkomandi vita og tilkynna það svo opinberlega og þá er það í rauninni búið að gerast eins og svo mikið á öðrum hlutum einmitt, ef þú hefur rekin á vinnunni, þú veist, það er ekkert mikið sem breytist þér sínt blað, kvittað á það og þarna svo kemur ykkur og mögulega fylgið þér út skildu eftir vinnufatnaðinn, þú veist En aftur hérna til dæmis þetta með að sko ef að við erum komið með ríkisstjórn og úr meirihlutanum eru ráðherrar sem að setjast í stól ráðherra, framkvæmdavaldið þú gerir þessa athugasemd sko, þú eru annarkvæmt að vera þingmaður eða ráðherra, hvernig er það í praxís? Hvernig getur þú fylgt því eftir að því er þið hlýtt? Já, maður náttúrulega byrjar að gefa þeim og ég getur örugglega ákveðið að í sumar áður maður tekur embætti hvað maður gefur langan frest er það vika, 2, 3 ár ég ætla ekki að reyna að koma aftan á öllum þó svo ég held að flesti viti núna hver ég er og hvað ég stend fyrir en bara svona eru allir með á hreinu aðna hvað er í gangi ég er að búast við því að þið segja eitthvað þingmennsku eða þá að eitthvað eru veitt lausn sem ráðherra þið fáið tíma til að hugsa þetta Já, þú myndir bara sjá ef það kemur engin afsögn þingmennsku eða hvað að þá myndir þú bara setjast niður og skrifa upp á lausn þess ráðherra sem ætlar að vera þingmaður líka Já, og mögulega líka bara hægt að hafa samband við þingið og segja hei, viljum við finna einhvern annan í þessa stöðu og leyfa hinum að sitja á meðan að þið ákveðið ykkur og mögulega, einmitt mæli með því að það sé ekki einhver ykkar reyna að finna einhvern sem að flest allir treysta þannig að það þurfi ekki alltaf að skipta þeim út á 4 ára fresti Þetta myndi ef við erum að sjá þetta fyrir okkur að þetta myndi valda mikill í svona þjóðfélagið færi allt einhvern veginn á hliðina allir fjölmiðlar og allir hafa þetta væri stór mál ef að þetta er allt í einu einhver svona ordra frá Bessastöðum, jafnvel þó þú væri búin að kynna þetta vel í aðdraganda forsetakosninga þá færu allir fréttatímar í það stjórnmálaspekingar væru að ræða hvort að þetta væri í raun samkvæmt stjórnarskrá og þetta myndi valda miklu fjaðrafóki það er alveg ljóst Ég sé það ekki ég veit ekki af hverju þetta virkar ekki það flókið, þetta virkar ekki það alvarlegt ég sé að þetta búið til mjög mikið fjaðrafók hjá aðilum sem eru hátt settir í stórum stjórnmálasamtökum út af því að þetta samræmist ekki því sem að þau bjuggust við en ég sé ekki að fyrir sko almenning eða stjórnsýslu ríkisins þá ætti þetta verið neitt það mikið vandamál og ég ætla bara að benda á sirkusinn sem er búin að vera á þessu sviði sko síðastliðin 15 ár ég hugsa að þetta myndur skapa meiri stöðuleika heldur en það sem við eigum að þekkja allan að síðastliðna 2 ára tíu Og þú ert í raun og veru bara að bjóða almenningi að skýra þessar línur og setja skýrt strik í sandinn með ákveðnar svona samkvæmt ákveðnum viðmiðum sem eru raun og veru fyrir í stjórnarskráni en menn hafa ekki verið að fylgja hingað til Ég meina, hvað, þú veist ekki bara núna nýlega á síðastliðna mánuðinum sem að hringekjan fór í gang allir að hoppa úr einu ráðuneyti yfir í annað og já, svo er sagt að ég sé að mynda einhvern óstöðuleika nei, setjum bara stopp á það og þá kannski verður þetta skára Nákvæmlega og eins og sagðir atriði 2 var náttúrulega þetta einfalda mál sem að kom fram í tillögum stjórnlagaráðs það er bara ákveðin viðmiðs þröskuldur 10% undirskriftir frá 10% kosningabæra manna myndu leiða til þess að þú hafnar að skrifa undir lög hvers vegna telur þetta vera mikilvægt þessi vendill og að hann virki í reynd svona því ég hugsa að eins og segja ef það er misræmi milli kjósenda og alþingis að það sé einhver leið fyrir almenning til að grípa inn í sem ekki bara að fá það leyfi til að tjá sig með einu exi
á blað sem þegar búið að fylla út fyrir þig á 4 ára fresti möguleiki fyrir kjósendur og almenning að grípa inn í störf þingsins utan þess tíma og segja nei, herru, stopp nú, þið eru á allt annari leið heldur en það sem að við kusum ykkur til að gera og að sá vendill sé ekki háður geðþótta einnar mannesku, að þurfi ekki að reiða sig á eins og einhver orðaði það, eina mannesku sem situr á Bessastöðum og reynir að spá í bolla og finna vilja þjóðarinnar og sumir telja sig geta lesið vilja þjóðarinnar og ég hef sagt að nú er ég búin að keyra landið þvers og kröss og við erum bara það jafn mismunandi og við erum mörg og fólk verður ólíka skoðanir og ég hef ekki fundið vott af neinum þjóðavilja eða þá að ég geti lesið hann ég tel að það sé svona frekar merkilegur ofurkraftur sem að ég bara hef ekki og ég held að engin annar hafa hann heldur þannig að það er bara miklu einfaldara að hafa mótmálaþröskuld stjórnlagaráð mælti með 10% aftur ég er ekki að þykjast vera einhver sérfræðingur að vita betur þannig ég ætla bara að fylgja þeirra ráðleggingum og já, þannig að ef það er einhver mál og fólk segir myndur skrifundir það er undir ykkur komið eða ég vilji þjóðaratkvæðagreiðslu, gjör svo vel Þetta er svona auðvitað bara leiðir til að kalla fram meira beint lýðræði heldur en við þekkjum og er þá svona smá frávik frá þessu fulltrúalýðræði sem þú talar að við þessum fáum bara að velja á 4 ára fresti og svo geta þær haga sér eins og skepnur á milli en við getum haft svona áhrif á að halda þeim í einhverju svona check með því að þetta vofa alltaf yfir þeim að almenningur viti að það er ekki að hugsa kannski ef við náum að safna 20% undirskriftum þá mun forsetinn kannski taka þetta greina og hafna að skrifa undir heldur við vitum bara 10% er bara þröskuldurinn og það myndi leiða til þess að í reynd yrði miklu beinna lýðræði á Íslandi heldur en við þekkjum í dag Ég ætla að fá að ekki leiðrétta en segja mína túlkun á þessu orðalagi sem er að þjóðaratkvæðagreiðslur í eðli sínu eru beinna lýðræði en eins og með öll stefnumáli mín þá líti ég líka á þetta sem fyrirbyggjandi ég býst ekki við því að verða endilega fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur mögulega kannski einu á kjörtímabili það sem ég hugsa að gerist er að Alþingi vinni bara betur saman og tryggi það að það sé sátt með málin sem að fara þær í gegn til þess að vera ekki alltaf að lenda í þessu og þá er lýðræði ekkert orðið beinna, þetta er ennþá fulltrúalýðræði en grunnforsenda fulltrúalýðræðisins er að það sé samræmi á milli fulltrúana og fólkið sem hefur veitt þeim umboð þannig að í rauninni er þetta bara á hótun frá kjósendum að þið sem okkar fulltrúar eigi verið að gera það sem að við viljum og þegar að þið eru á annari braut heldur en það að þá getum við gripið inn í með beinna lýðræði það er kannski nennir enginn að vera standið í þannig að það er fínt að fulltrúarnir séu það sem að þeir segjast vera og hagi sér þannig og haldi það bara áfram að vera fulltrúar fólksins í staðin fyrir að reyna að plata sig í gegnin og þing og halda svo þessi stikk frí í 4 ár. Ákjörlega, mér þykir þetta ágætlega að hugsa hjá þér en auðvitað í reynd þá eru þá fulltrúarnir þeir þyrftu alltaf að einhvern veginn að vera að reyna að lesa í vilja fólksins á þessum 4 árum þegar ný mál koma upp og svo framvegis. Þeir geta náttúrulega ekki alltaf vita nákvæmlega hvort að 90% þjóðarinnar eða fleiri séu sáttir við þetta myndi klárlega leiða til þess að einhverjar þjóðaratkvæðagreiðslur yrðu eða að forsetinn myndi þurfa að hafna einhvernum lögum á þessu tímabili það lítur að segja sér sjálft þannig að Ég held að það sé ekkert það mikil breyting miðað við það sem hefur verið gerast á Íslandi síðan 2004 út af því að þegar það eru mikil mótmæli og gremja út af einhverju að þá hefur Alþingi iðulega séð bara sóma sinni því að draga frumvarpið tilbaka þetta hefur margoft gerst, það er bara mjög sjaldan sem þetta endar í þjóðaratkvæðagreiðslunni sjálfri og það er fullt af hlutum sem Alþingi hefur dregið tilbaka þegar þau skynja að þau eru að fara of langt annarkvort að skapa það mikla almenna gremju í samfélaginu að ákveðin hluti farin að mótmæla eða þá að gera einhvern minnihlutahóp svo brjálaðan að þau mótmæla öll ég held að hvortveggja sé í rauninni það alvarlegt að það þurfi að líta betur á hlutina og eins og segið, ég er ekki að
bjóða upp á neina breytinga hvað þetta varðar, Alþingi nú þegar að haga sér svona. Það eina sem ég að bjóða fram þá bara að hafa þetta sem skýra stefnu. Þannig að það sé það bara í meðvitund fólks að við erum ekki að taka séns þegar við erum að safna mótmælum út af einhverju frumvarpi og vonaðu dræja tilbaka. Núna vitum við að forsetinn stendur á bak við okkur og hann mun ekki leyfis að gerast án okkar samþykkis. Ok, ég veit að þú ert ekki að bjóða fram sko þínar persónulegu skoðanir eða geðþótta og svo framvegis, það alveg skýrt hjá þér, en eins og ég segi, það sem þetta persónukjör og ég bara reyna að kynnast sko þeirri persónu sem á bakvið þessa stefnu að langar maður að spyrja þig bara til dæmis, tökum svona tiltekin mál eins og þegar að ráðherra ákveður allt í einu með minna en sólarhrings fyrirvara að hvalveiðar skulu stöðvaðar til dæmis hvað finnst þér persónulega það annars vegar hvalveiðar og hins vegar að ráðherra geti stöðvað atvinnugrein bara með eins og með einu pennastriki ef svo má segja. Ertu að meina ef ég væri ekki frambjóðandi og óháð mínum stefnumálum? Já. Því ég ætla að segja fyrst að þetta málumni fyrir Alþingi, nenni ekki skipta mér að því sérstakt mál, kemur ekki við tryggjum bara það að ákvörðunin sem tekin á þinginu samræmist kjósendunum en persónulega þá finnst mér hvalkjöt gott og meðan þau ekki í útrýmingarhættu þá sé ég enga mun á því og að veiða hreindýr eða fisk. Og þú myndir væntanlega bara ef þetta kemur til kasta einhvern veginn að þinna álita sem forseta þá bara myndir þú hlusta á vísindin eða þú veist hvað ef að hval sko dýr eru ekki í útrýmingarhættu að þá ert þú ekki að setja eitthvað sérstaklega upp á móti því. Ég veit ekki eins og hvort að það sé eitthvað sérstaklega mitt hlutverk að hlusta á vísindin, eins og segi það eru alþingismenn sem eiga að gera það kannski ef að almenningu vill það þá kannski mögulega sniðugt að kjósa þannig þingmenn sem eru vísindilega læsir mögulega kannski hafa skrifað rannsóknarpappír einhvern tímann á ævinni en já, ég myndi þá aðalega reyna að tryggja það að það sé samræmi á milli þess sem að þingi ákveður og þess sem að kjósendinni vilja annars ætla ég ekki sérstaklega að vera að skipta mér að því hvað eru lög eða breyta stjórnlögum að því að við höfum líka bak við að það alltaf þannig sem að einræðisherrar byrja að haga sér þeir sjálfir ætla að fara að stýra og stjórna ríkið setur reglur og lög fyrir okkur þannig að mér langaði á móti að hvað með að við setjum smá reglur fyrir valdhafana. En ég heyrði það á þér áðan svona þegar þú varst að taka dæmi til dæmis ef einhver ráðherra er ábyrgur fyrir því að keyptirðu vopn inn í stríðsátök. Já, svo ólíklega vildi til að það myndi einhvern tíma gerast. Já, að þín persónulega skoðun á því óháð frambúðinu að þér væntanlega hugnast ekki að Ísland sé að taka með beinum hætti þátt í stríðsátökum. Já, sko ég með persónulegt álit á því sem ég er ekki að bjóða fram en ef að það myndi gerast að það þyrfti þá að fara í gegnum þingið eins og allir aðrir hlutir og koma þá með stríðsyfirlýsingu meira að segja á 19. og 18. öldinni þegar að hlutleysisstefnur voru í hái háðar og það var virt afstaða að já, þú mátt versla við sko báðar þjóðir sem í stríði nema einmitt ekki skotvopn eða vopn, það svona kontraband það svona nokkurnu við það eina sem þú mátt ekki gera en annars ef þú hlutlaus þjóð þá áttu að geta versla við báða og leyft þeim bara að berjast ef þau vilja berjast. Ég myndi ekki vilja að minn forseti sé að blanda mér inn í 1000 ára gamlar deilur fyrir botni Miðjarðarhafs eða Austur-Evrópu sem að ég rauninni þekki ekki nóg til og þeim fleiri bækur og greinar sem að ég les þessi átök að mér finnst ég skilja alltaf minna og minna og vera ókvennari ég veit ekki hvernig við leysa þetta ég efast að forseti sko lýðveldisins Íslands hafi neitt valdsvið eða áhrif til þess að leysa þessar deilur ég efast að neitt í þessum deilum sé að taka mark á því hvað
einhver lúði norður í Atlantshafi hefur málun að segja á bakvið tölvuskjáin sinn í fínu húsi út á Álftanesi. Íran, þeim alveg drull hvað okkur finnst. Ef menn hafa áhuga á að hafa áhrif á þessar deilur þá kannski tala við forseta Egyptalands og forseta Bandaríkjanna. Það eru svona stærstu aðilarnir í þessu af því að ég held ég ná ekki sambandi við klerkastjórninni í Íran. Og en hins vegar ef að einhver hefur áhuga á þessum deilum og heldur með einhverju öðru hvoru liðinu ekki vera að þvinga aðra til þess að taka þátt í því með þér. Mér sama þó fólk sendi sin eigin pening og styrki einhver átök eða jafnvel bara farið þangað, fá ykkur riffil og byrja að skjóta. En ef að ráðherra ef það svo ólíklega myndi gerast að ráðherra myndi ákveða að Ísland myndi verja fjármunum í að kaupa vopn inn í svona átök þá talar þú þannig eins og að sem forseti myndir leysa þann ráðherra frá störfum. Er það ekki þá samt svona ákveðin svona geðþótta ákvörðun að finna hálfu ef að kemur til þessa? Jú, allir þessi dæmi og þetta inni stólið frá Ástóri, þannig að ég þakka honum kærlega fyrir það, en ég er bara að gefa upp svona dæmi þegar að mögulega forseti þarf að taka ábyrgð og eins og segi það ætti ekki að vera mikið mál að finna einhvern annan í þessa stöðu sem að þingið er sátt við. Ef þetta eru hlutir sem að þingið er ekki búið að samþykja til að byrja með. Sem sagt, ef að ráðherrar eru að taka það upp á sitt einstæmi að vera að blanda okkur út í... Og dregur línuna þar, ef þingið er ekki búið að samþykja að ráðherra er að fara með einhverja bommertur sem að hafa ekki verið samþyktanir í þingi, að þá telur þau ástæðu til þess að leysa hann frá störfum. Það skiptir ekki máli hvort að það sé varandi þína skoðun á vopnakaupum eða... Já, og einmitt líka bara þessi almenna gremja í samfélaginu að það sé tekið mark á henni og það sé hægt að leita til einhvers aðila einmitt sem að þetta fólk vinnur fyrir og mér finnst þetta bara vanta svo mikið í umræðinni sérstaklega eftir einmitt 2013 og 2016 hvenær var það sem þið voru alveg í nokkra vikur að mynda svo kallaða ríkisstjórn, þess að sagt það var þessi sem fekk umboð og svo var því skila og einhver annar fekk umboð og það var aldrei neitt sem að banka upp á Bessastöðum og sagði, hei, þú getur líka bara skipa ráðherra, þú veist, ætlar að leyfa þessu sirkus að halda áfram og í hvert einasta sinn sem það er einhver skandall í kringum ráðherra að það var alltaf verið að vonast eftir því og búast við því að vinir viðkomandi á þinginu sé að fara að stinga hann í bakið eins og þetta sé ekki klíka sem er að deila valdastöðu sín á milli og það er engin fjölmiðill eða í almenningi sem að bendir á að hei, okkur bönguðu ekki upp á Bessastöðum og segja frú forseti, þetta fólk vinnur fyrir þig. Veist, finnst þér þetta í lagi? Finnst þér í boði að þínir ráðherrar séu að haga sér svona? Já, almenningur hefur svo sem ekki það aðgengi að geta einhvern veginn bankað upp á Bessastöðum. Ég hef sendt forseta tölvupóst og ég ekki svar. Aha. Já. Má ég spyrja hvað þú varst að... Hefur þú prófað? Ég hef ekki prófað að banka þar upp á, en ég meina, prófað að hringja. Já, en hvað, þegar þú sendur honum tölvupóst, hvað var það mál? Þetta var eftir að það var búið að taka nokkra vikur að sem sagt, skipa nýja ráðherra eftir alþingiskosningar og já, ég vildi bara benda á að viðkomandi forseti, hann getur alltaf bara skipa ráðherra eða bara ekki og leyft sitjandi ráðherrum að vera áfram. Það er ekki þingið sem að í rauninni hefur þetta vald og já, ég fekk svarið að það væri þingræði á Íslandi sem að er hugtak sem er ekki að finna í stjórnarskránni og já, ég sendi mótsvar við því og fekk síðan ekkert meira svar en ég hugsaði, þetta segir allt sem segja þarf viðkomandi er það bara með þessa stefnu þannig að ef það er talið óvanalegt að ég sé með stefnumál ég lít þannig á að fyrir forsetar hafa allir bara haft þetta sem stefnu að já, leyfa sirkusnum á þinginu að koma engu í verk í nokkra vikur út af því að þau gátu ekki komið sér saman frekar en að taka ábyrgð á hlutverkinu já, svona með beinni hætti. Og þetta var þegar Guðni
TH á forseti og þegar það var að mynda þess núverandi ríkisstjórn í fyrra skiptið eða eitthvað. Sko, Það tók nú langan er bara, tíma. maður er svo gamall og það er liðið svo mörg ár, Já. en ég man ekki hvort þetta var hérna 2016 eða 17, af því að 2016 endist mjög stutt, það þing var rofið nánast í samstundis. Já, 2017 var þetta sem að tók mjög langan tíma að mynda ríkisstjórn, en hérna, svona að því ég heyra að þú sko pælir mikið í þjóðmálum og heimsmálum jafnvel, svona, ég langar bara svona persónulega bara milli mín og þín svona að ræða eins sko stöðuna sem að eins og þú nefnir, það er bæði stríð fyrir botni Miðjarðarhafs, það er stríð í Austur-Evrópu sem að hérna, við töldum í raun og veru svona hálf ógerlegt að myndi gerast með alveg svona mestanpart sko friðs síðan seinni heimsstyrjöld í Evrópu fyrir utan Bosníu og Balkanska stríðin og það. En það Fyrir utan það? Já, það hafi verið mikill friður. Já, bara, það er alltaf stór undantekning. Já, en það er bara stór styrjöld í Úkraínu og milli þessara Evrópu þjóða sem eru Rússland og Úkraína. Minna, hvaða skoðun hefur á þessu sko, til dæmis innrásin þegar hún hefst, þá er þetta aðdragandi aðeins að búið að vera átök í austurhéruðum Úkraínu lengi í nokkur ár. Hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta að þínum mati? Ég bara er engin sérstakur sérfræðingur á þessu sviði. Eina sem ég veit er bara það sama og aðrir, fyrirlestrar sem horfir á að mismöndi fólki sem er að greina þetta, sem að tekur fram þetta er ekki afstæða bandarískra stjórnvalda, þetta er bara minn fyrirlestur sem fræðimaður sem að, ég tala ekki máli stofnunar sem ég kenni hjá heldur. Já. En þú veist En hvað sýnist þér að það er margir sem segja að þetta sé mikið til sko stríð Bandaríkjanna gegn Rússlandi sem að þeir nota Úkraínumenn sem ákveðin lepp eða svona proxy stríð. Er það ekki nokkuð ljóst að er að ræða svo kallar proxy stríð? Jó, og sko ég var allan að horfa á viðtal daginn og fyrirlestur með, hvað heitir hún? Eitthvað svona Sarah Payne eða eitthvað, bla. Man ekki hvað hann heitir nákvæmlega, ég getur örgulega fundið þetta er tiltölulega nýtt. Hún greinir þetta þannig að þetta sé í rauninni sko átök á milli það sem hún kallar the maritime order, sem sem sagt þau samfélög og þjóðir sem að einmitt versla yfir sjó, sem að viðurkenna alþjóðalög, sem að segja við ætlum hérna öll í sameiningu að fara eftir þessum reglum til þess að við getum öll versla við hvort annað og einbytta okkar í því sem við erum góð í og öll orðið rík. Síðan ertu með heimsvaldastefnuna eða svona imperialisman, sem að á sig þá meira stað yfir sko samfelldan landmassa, þar sem að þú getur marsera herum fram og tilbaka. Ef þú verslar yfir haf þá getur þú notað sjóher og þú getur varið landið þitt með í fyrsta lagi bara ógeðslega miklum sjó. Og að Rússland eru ennþá í þessari heimsvaldastefnu, þar sem markmið er að ná landi, tryggja stöðu valdhafa, á meðan að Bretland, Ástralía, Norðurlöndin, Holland, Vestur-Evrópa, Bandaríkin eru í hópnum, verslum við hvort annað, viðurkennum sömu reglur, af því að okkur finnst mikilvægur að vera vinir í friði og geta orðið rík saman. En já, Kína og til dæmis Rússland eru með stefnuna, nei, við ætlum að verja okkur að því við höfum ekki sjó, að þá þurfum við svona buffer zone. Þannig að við tökum yfir nágrann okkar, þannig að þessi meira pláss frá okkur yfir í óvinna. En vandamáli er líka bara að það... Sem er raun og verið sama og Bandaríkin myndi gera ef að það er því settar upp herstöðar andstæðinga til dæmis niður í Mexíkó eða Kanada. Þeir kæra sér ekki um það. Það hefur ljóst til dæmis á Kúbudeilunni að Bandaríkin kæra sér ekki um herstöðar eða skotvopnapalla sko, sem liggja að einhvern veginn þeirra landamærum.
mér finnst bara gaman að koma inn á það út af því að það er margir sem hafa spurt mig með ég var að safna undirskriftum og núna síðastliði mánuðin eftir að frambóðið formlegt að fiska eftir sko afstöðu í Ísrael-Palestínu deilunni og Úkraína-Rússland og það er svo rosalega mikilvægt að vera sko í réttu liði þar og ég hugsa okkur er enginn að spyrja mig út í Nagorno-Karabats sem er armenarnir sem búa inn í Azerbaijan og þú veist það er verið útrýma heilum dala fólki þar Já, það getur líka að fara í og svo stærstu átök náttúrulega í heiminum Þetta fara í Súdan og það er að fara í Jemen og allt þetta en þetta eru náttúrulega þessi landamærin Mexiko og Bandaríkin það er búin að vera einn blóðugasta styrjöld bara núna í meirinn áratug en það er út af því að þetta eru klíkur sem er að berjast yfir aðgangi yfir í Bandaríkin til að geta smygla vímuefnum en veist, það er alveg á stærðaskala sem að er stærri en mörg sko þjóðar átök sem er í gangi í heiminum en það er svona minna mikilvægt einhvern veginn að maður myndi sér skoðun á því eða svona sérvalin tilvik það sem er rosalega mikilvægt að vera í réttu liði og svo einhvern veginn hunsar fólk allt hitt blóðbæði sem á sér stað Jú, þetta er alveg rétt hjá þér en einhverju hlutu verðna þá eru þessi átök sem eru mest í brennidepli í umfjöllunum fjölmiðla á Íslandi og það er það sem að fólk skipa sér í fylkingar og fer í mótmælastöður eða mótmælagöngur eða samstöðu tónleika og hvaða heitir allt saman en það sem ég er bara fisk eftir sko er hvort þú sért yfir höfuð í einhverju liði eða það er að segja að því að í mínum huga sko þá er þetta miklu minna svart og hvítt heldur en maður getur lesið úr umræðinni hér heima það er að segja eins og til dæmis Rússland, Úkraína átökin er í mínum huga ekki jafn svart og hvít eins og okkur er svona gert að halda í íslenskum fjölmiðlum skilur hvað er að fara? Já og þess vegna einmitt nefndi ég aðra leið til þess að nálgast þetta sem ég lærið bara daginn á að horfa á viðtal að einmitt ekki endilega verið að hugsa þetta sem Úkraína á móti Rússlandi heldur alþjóðasamfélagið á móti heimsvaldastefnu og það er heldur ekkert réttara heldur en annað þetta er allt saman bara kenningar sem við notum til að setja hluti í samhengi og það er hægt að nota mörg mismöndi glerugu til að horfa á þetta og einmitt, eins og þú segir, eftir því sem maður prófar að horfa á hlutina með fleiri og fleiri glerugum þá verður þetta minna svart og hvítt og maður fær mögulega meiri skilning á því hvað er í gangi en mér finnst maður geta mynda sér minn og minni afstöðu en sko, ef ætlar að spyrja persónulega skoðun að þá ég sem Íslendingur með okkar sögu við Dani að ég bara algjörlega hlindu því að Úkraína fá að vera sjálfstæð þjóð og það sé ekki fólk að ráðast inn á landið og að taka þau út af því að þau segja nei, þú talar ekki úkraínsku, þú bara talar rússnesku vitlaust það er svona eins og fólk sem myndi segja að við tölum ekki íslensku, við tölum bara dönsku vitlaust Já, en heldur að sé ekki að samaskapi verið að ofsækja fólk sem talar rússnesku í austurhluta Úkraínu sem er ofsótt af úkraínska stjórnarmeirihlutanum síðan árið 2014 Það má vel vera þess vegna einmitt ég held að það sé aldrei neitt saklaus rétt eins og nefndir átökin í Bosníu fyrst voru það serbarnir sem voru ásakaðir þjóðamorð og svo kemur í ljósa að króatarnir voru með þjóðamorð á móti og svo eru þeir aðrir réttrúnaðar, hinir kaþólikar, svo eru múslimarnir sem er í rauninni Evrópubúar en eru búin að vera múslimar frá því að Ottomannaveldið kemur inn í Evrópu fyrir alveg 500-600 ára síðan þannig að finnst þér að vera frek krafa ef að Rússland fer fram á það sé samið að Úkraína sé til dæmis ekki í NATO og sé frekar hlutlaust svæði sem að liggur á landamæri Rússlands heldur en að ganga beint í hernaðarbandalag með andstæðingi Ég skil það viðhorf sérstaklega fyrir valdhafa í Rússlandi ég er ekkert endilega sammála að það sé best fyrir alla hvað þá Rússa en þetta taka fram, ég er ekki
sérfræðingur í þessum málum og ég held að það sé aldrei neitt alsaklaus og þess vegna finnst mér að athugavert að það þurfi alltaf að greina hver er vondi kallinn, hver er góði kallinn og nú ætlum við að koma að skipta okkur að því við erum búin að segja þetta er góði kallinn, þetta er vondi kallinn og það bara er aldrei þannig í átökum þannig að ég held að það sé best að það sé bara dálítið mikið þeirra mál og þau sjá þetta og já, mögulega ef þetta er hinn svo kallaði frjálsi heimur á móti heimsvaldastefnu að já, þá er það Bandaríkin sem að sjáum að bakka þannig hluti upp og Evrópa er með heri og þetta er á þeirra landamærum þannig að ef þau vilja skipta sér að þessu þá gerir þið það ég væri samt til í að fólk væri ekki að blanda mér inn í þetta sko svona fyrir mínu hönd. Ok, en átökin fyrir botni Miðjarðarhafs sem er eilíft þrætuepli og bara hræðilegir hlutir að gerast þar þetta þá kannski þarf ég að spyrja þig minna sko finnst þér þú sjá einhvern í meiri rétti en annan í þeirri deilu það er að segja með tilliti til lands og svona hvað einhvers þjóðríkis sem að telur sig hafa ákveðið rétt þar minna, hvernig lítur á það mál? Mjög langt og flókið ferli að fara yfir það talandi eins og segja að nota mismunandi gleraugu til að líta á hlutina einhvern tímann var ég að líta á landakort og það svona kviknaði ákveðinni peru fannst mér, mögulega var hann í vitlausu herbyggi ég ætla ekki að ábyrgjast það en þegar maður hugsar já, þessi punktur er akkurat þar sem að Afríka og Asía og Evrópa mætast er það mögulega þess vegna sem að það er búið að berjast þennan punkt í sko svo mörg 1000 ár að Rómaveldi var ekki eins og til þarna mögulega er það bara svona landafræðileg ástæða fyrir því að þetta hefur svona mesta hitasvæði í mannkyninu já, í 1000 ára ég hugsa að svona persónlega hef ég alltaf litið þannig á að ef það er einhver sem við getum gert meiri kröfu til heldur en annara að þá er það Ísraelsmenn bara svona, koman er markmið að reyna að búa í friði eða er það þjóðamorð hvað er það sem þeir að reyna hérna hvað heldur þú? Sko í Ameríku þá segja menn að action speaks louder than words og ég sé ekki að þeir hafa reynt að gera ástandin eitt betra en þá skulle líka hafa í huga Ísrael var stofnað sem ríki 1948 og það fyrsta sem að allar nágranna þjóðurnar gera er að segja stríð á hendur með það að markmiði að þurrka út á kortinu og svo var einhvern tímann skömmu seinna kringum páska þar sem að öll nágrannaríkin er að taka sér saman til þess að lýsa við stríði með það markmiði að þurrka út á kortinu og svo var einhvern tímann skömmu eftir það í þriðja sinn sem að öll nágrannaríkið er að koma sér saman það að fara í stríð við Ísrael með það markmið að þurrka út á kortinu þannig ég skil vel að Ísraelsmenn í sko baráttu fyrir sinni tilveru sé ekkit að hafa allt of miklar áhyggjur af því hvernig fólk hefur það á Gaza ég segi, við getum gert meiri kröfur til Ísraelsmanna heldur en Palestínumanna hvað varðar að finna lausn á þessu máli en mögulega ef að Araparíkin sem eru nágrannar að byrja á því að viðurkenna tilverurétt Ísraels og gyðinga á svæðinu kannski er það nauðsynlegt fyrsta skref til þess að Ísraelsmenn séu tilbúnir að segja ok, við skulum þá búa einna saman í friði og já, það er ekkert endilega svona mín skoðun, það er bara miða við ástandið í dag svo getur líka sagt að það hefur verið mistök að stofna ríki til að byrja með en það allan að gerðist hefðu gyðingar átt að sætta sig bara við að vera bara borgarar í þessum samfélögum eins og aðrir þurfa þessi eigið þjóðríki byggt á trúarreglum svo er reyndar þeirra þjóðríki sko minnst byggt á trúarreglum af öllum í nágrenninu já og hvað ætlar Íran að gera en málega bara að
Ég held að okkur líði eins og við getum talað við Ísrael, það engin með þær ranghugmyndir að þau séu að fara að hafa samband við klerkastjórnin í Íran og breyta einhverju þar. En mögulega þarf það að gerast fyrst, ég veit það ekki, til bara svona vangaveltur. Nú veit. Mitt, góða vangaveltur. Þegar að það kosið á laugardag og segja svo bara þessari kosningabaráttu líkur, eða þú náttúrulega ekki kalla þetta baráttu reyndar, en segjum þú náir ekki kjöri, hvað tekur þá við hjá þér? Ég segi við fólk að saman hvort ég vinn eða ekki, að þá er ég að fara á vertíð í sumar. Myndi því miður þurfa að hætta þegar að maður tekur við embættinu, að það er ekki leyfilegt að vera í annarri launari vinna á meðan, því miður. Á vertíð í hverju? Bara í frystihús. Já. Og það hefur gert það áður, eða? Já, ég vinni á makrílvertíðum og svona í gamla daga. Og þú starrað þannig að fara á eina slíka í sumar. Já, ef svo ólíklega vill til að ég verð ekki kosin, já, þá er eitthvað sem er að fara á vertíð, og ef ég hef kosin, þá ætla ég ekki að hætta við það. Nei. Og ég hugsa, kannski væri fínt einhver tíman að vera með forseta sem er með sigg í lófunum. Ég veit ekki hvaða land síðan að það hefur verið raunin. Já. Þannig að... ég sá einhverstaðar að þú ert líka með réttindi á, ertu með stýrimannréttindi? Nei, það heitir smábátaréttindi, eða skemmtibátar. Já, ég held að það sé ekki til lengur. Nei. Og þetta er minni útgáfa af því. Og svo er það ekki alveg heiðlegt hjá mér því ég er ekki búið með verklega hlutan. Já. En ég er búin að fara í gegnum prófið þar sem maður stikar út á korti og læra á mismunandi baugur. Og hefur verið til sjós eitthvað? Ég verið borðið í bátum en ég hef ekki farið að veiða neitt. Nei, ok. Ég guppaði saltarsjó og svona. Já, gott. En og þú ert með liftarapróf og hvað varst þetta með meira? Já, það heiti jóðréttindi, undir 10 tonn. Já. Það er svona þetta dæmi gera. Já. Og varstu með eitthvað meira sem ég er að gleyma? Það er svona réttindum. Já, ég var eitthvað svona að monta með það, sagðist ég líka verið með skotbát og vopnaréttindi og verbrigðaréttindi. Já, alveg rétt. Og verbrigðaréttindi. Fórstu sem þetta í löggild, í svona nám sem löggildur verbrigðamiðlari, já? Já, það hét það kannski einhver tíman, í dag heitir þetta verbrigðaréttindi. Já. Og þú tókst það, en þú er ekki starfað sem verbrigðamiðlari, eða? Nú get ég sett það á CV-ið allavega. Já. Ég hugsaði svona, jú, það er fínt að vera alltaf að taka námskeið og réttindi og bæta við sig. Já. Hvað langaði er þetta sé klassíska spurning, hvað langaði er að vera þetta orðum stór? Ef þú verður ekki forseti? Lifandi. Já. Ekkert sérstætt svona sem þú vilt gera umfram annað sem starf? Já, núna á síðastlega 4 mánuði hef ég verið að gera akkurat það sem að mér langaði að gera. Og hvað verður í framhaldinu, það þarf eiginlega bara dálítið að ráðast. Og já, ég hef alveg fengið þessa spurningu í gamla daga, þetta svona ameríska corporate kjaftaði, svona hvar sérðu sjálfa þig fyrir eftir 5 ár. Ég hefði ekki séð fyrir mig hér fyrir 6 mánuðum síðan. Og ég hef aldrei hugsað í einhverjum svona 5 ára plönum og mjög lífið mitt bara hafa verið mjög fjölbreytt og áhugavert hingað til. Og taka það snöggum breytingum hverju sinni að það hefði ekkert eitthvað 5 ára plan séð fyrir allt sem að ég hef upplifað og gengið í gegnum. Greini að hjá þér að þú ert ekki mjög hrifin að vera svona launamaður fastur hjá sama fyrirtækinu í langan tíma? Bara hef enga sérstakka skoðun á því. Ég bara gera það sem maður þarf að gera og vinnur þá vinnur sem maður fær. Ég reyna að vera ekkit annarkvort að svekkja mig á einhverju eða vonast til einhvers. Heldur meira bara svona sjá hvað gerist. Ertu að borga af húsnæðisláni eða ertu með einhverja svona hvaðir sem þú þarft að með námslán, þú þarft að greiða reglulega því en hvað finnst þér til dæmis
þá staðrind bara einhvern veginn að á Íslandi þarf maður að kosta til sko talsett miklu meira af sko ævi starfi sínu ef maður vill eignast þak yfir höfuðið sjálfur í séreign og þá þarftu að í raun og veru að vera að greiða það bara alla þína ævi og stóran, drjúgan hluta af tekjunum þínum í það. Er það ekki, er þetta ekki það versta við að búa á Íslandi? Hvað finnst þér um þetta? Ég ætla ekki að fara út í einhverjar sérstakar skoðanir á þannig sértækum málum, en ég hugsaði mitt strax í mann eftir því hvort það var einhvern tímann fyrirlestur með Milton Friedman eða eitthvað þannig, þar sem hann tók þetta sem dæmi. Fólk tala um að í Sovétríkjunum að það er betra að búa þar, þau eyða bara 3% af sínum tekjum í húsnæði, á meðan Amerikanar eyða 30% af sínum tekjum í húsnæði. En síðan spyr hann hvort langaði að búa í sovétsku húsnæði eða amerísku húsnæði. Mögulega bara vill fólk búa í góðum, fínum húsum og er tilbúið að eyða rosalega miklu af sínum ævitekjum í það að búa í góðu húsnæði, frekar en að búa á 17. hæði í einhverju sovétblokk sem er ekki með hita á veturna. Þetta er alveg góð punktur, en ef við samt myndum bara færa samanburðin sko, ekki á milli sko, Bandaríkjanna og Sovétríkjanna heldur bara Ísland og þú veist Þýskaland eða Danmörk eða eitthvað Evrópuríki þar sem að þú ert kannski bara 20 ára að borga upp húsnæðið þitt versus hérna á Íslandi og ertu bara alla þína starfsæfi sko. Við verðumst vera í sérflokki hvað varðar að þræla okkur út fyrir til þess að eignast eitthvað. Má vel vera. Ég held að þetta séu sko umræður sem er betra að taka á öðrum tímapunkti þegar ég er með annað verkefni í gangi. Af því að ég á eftir að kynna mér það meira og undirbúa þá sjálfur hvaða afstöðu ég hef í því máli, því að ég held að það fari mun dýpra en fólk gerir sér grein fyrir, og það sem margir halda að sé lausn á vandamálinu geti vel skapað fleiri vandamál og eins og segi, ég held að það geti alveg verið þáttur út af fyrir sig og ég ætla bara að passa mig á því að opna ekki þá ormádós eins og segja í Ameríku. Gætur þú hugsaðir, ef þú verður ekki forseti, að bjóða fram kraftaðina til Alþingis á einhverjum tímapunkti? Ég er með annað slíkt verkefni í gangi og eins og ég segi, ef svo ólíklega vill til að ég ná ekki kjöri, það geti vel verið að næsta árið sé hægt að keyra það betur í gang, en það þyrfti þá að vera opinberara og það þyrfti miklu fleiri að koma að því. Einfaldlega vegna þess að til þess að fylla út alla lista all land þá þurfa svona 100 manns að bjóða fram sitt nafn og kennitölu og það þarf líka að safna meðmælum fyrir því og það er bara miklu starra batteri og flóknara og mér hefur ekki tekist að ég er búin að leggja grunninn að því einn, en svo er ég að fara komin á þann punkt að það þarf fleiri í verkefni til þess að fara eitthvert. En svona forsetaframboð er nú ansi góð kynning á slíku verkefni til þess að ná eyrum landsmanna. Því að við þekkjum það alveg að það er alveg hægt að stofna stjórnmálahreyfingu í kringum annarkvort 1 mál eða 3 mál til dæmis, eins og þú ert með á stefnuskránni þinn núna, bara að sé bara 1 málsflokkur eða 3 málflokkur sem að við ætlum bara kjósið þú okkur, ætlum við að koma þessu til leiða. Þannig að þú ert alveg, ef svo ólíklega við til að vera í kjörin forseti, þá ertu búin að leggja góðan grunn að kynna stefnu nýs flokks ef að svo ber undir. Já, ég var svo sem ekki búin að hugsa það þannig, en svo var einhver sem benti mér á það daginn að svona, þú ert frægur, gerir grein fyrir því. Já. Svo mitt labba maður niður í bæ og það er svona, já, þú meinar. Og allt í einu vita allir hvað maður heitir og eru farin að kannast við stefnumálin, þannig jú, það mögulega hjálpar, en það var ekki markmiðið svona meðvitað svona í upphafi. Það meitt, maður þarf að ná athygli í einhvern veginn. En hvernig hvernig var það fyrir þig? Því að þú birtist okkur í fyrsta skipti bara í fréttatíma Stöðvar 2 þegar frambjóðendur eru að skila inn meðmæla undirskriftum sínum
að þá ert þú bara að labba inn í hörpuna og Heimir Már Pétursson, fréttamaður, gripur þig og kemur í raun og veru eins og þrumár heiðskýru lofti. Það vissi enginn að þú værir í framboði nema þeir sem að þú kannski reykist á þessari hringferðin landið. Að þú ert algjörlega óþekktur og svo er þessum fréttatíma sem að þú birtist þjóðinni og nokkuð svona ábyrjandi að þetta vakti athygli. Fannst ekki bara strax daginn eftir, þú hlýtur að hafa fundið mikil viðbrögð einhvern veginn og hvernig var það? Þú rifjar upp þennan sólarhring bara eftir að þú hittir Heimi Má í fréttatíma Stöðvar 2. Já, eins og segir komið svo þrjumár heiðskýru loftið að fólk hafi ekki búist við þessu. Ég get að sama skapi sagt að ég er svo sem ekkert óþekktur, ég veit alveg hver ég er, ég bjóst ekkert við þeim öllum ég vissi bara ég átti að mæta þetta til að skila listunum, svo eru þau bara að sitja fyrir manni með alla myndavélina, það kom mér alveg mikið óvart og fólk vil meina að ég hafi komið öðrum óvart. Það kom mér ekkert óvart, ég hef búin að vera aðeins í 4 mánuði, ég vissi að ég væri með pappirinn í bakbókanum, ég ætla bara að fara og skila þeim, þannig að þú veist, það virkar í báðar áttir. Já, ég held að ég hafi vel að tekið bara eftir því sko samstundis að því að ég hef alltaf komin út af lóðinni á Hörpu þegar að síminn farin að hringja og já, þá er að DFF og ég er ekki sko, ég held ég sé komin að Tjörninni mögulega á röltinu og þá er allir hringjum hann og bara heyri, þú ert efst að frétta á Vísi og og við fundið svona hvernig slagkrafturinn að þessu virkar bara í rauntíma. Já, nokkuð veginn. Svo er svona hlutir sem að ég gerir mér ekki grein fyrir, sem ég er að fá ógeðslega mikið hrós fyrir, eins og að kynna mig fyrir Heimi Má og spyrja hvað hann heitir það, því að hann kynnti sig ekki fyrir mér. Og þegar fólk er að spyrja kostnaðinn, því ég sagði að bíllinn eyði 8,5 á 100, það eru rosalega margir sem einhvern veginn eru búin að segja, já, flott hjá þér að segja það. Ég spáði svo sem ekkert í því, það er bara það sem hann eyðir. Bæði við hann komið niður í 8,3. Já, einhvern veginn farin að eyða minna bara allir. Já, annarkvort er það að ég er orðin farin að stunda meiri sparakstur eða þá að því ég tæmdi skottið og það er kannski einhver kíló sem ég er ekki að drösla með mig lengur. Já, ég menn þetta vekur athygli, það er bara svona mjög hreinskiptin svör þín og þú kemur bara til dyrana nákvæmlega eins og þú ert klæddur. Já, mér finnst nefnilega fínt og bara takk fyrir það, betra að heyra frá öðrum, af því að það eru frambóð sem að kannski auglýsa á strætóskýlum það sem að stendur heiðarleiki, en mér finnst mikilvægar að það komi frá öðrum, ekki frá mér, en eins og ég sé það, þá er það í rauninni það eina sem ég hef. Þetta er mjög áhugavert og það verður spennandi að sjá hvað já, fyrsta lagi bara hvað kemur upp úr kjörkassunum á laugardag. Þetta er náttúrulega, við höfum aldrei upplifað jafn svona tvísýnar og spennandi kosningar. Já, svona ef ég spyrði þig kannski líka bara því, menna ef þú værir ekki í framboði núna, getur sagt okkur hvernig þú myndir kjósa á laugardaginn? Ég fengi þessa spurningu nokkru sem núna og fyrst í lögréttu, þess að við töluðum við lögfræðinemana í Háskólanum í Reykjavík og í hvert einasta sinn sem ég er í einhverjum pallborðsumræðum þá heyri ég alla aðra frambjóðendur snúa sig út úr þessu eða segja þessu leynilega kosningar, hafa samt ekkert á móti því að fólk sem er sko frambúðsborðan þeirra á Facebook og eitthvað, þau sjálf segja að það er leynilega kosningar og ég myndi ekki, þau vil ekki gefa öðrum frambjóðendum kredit. Ég sagði strax að ég myndi að gera það sama og ég gerði fyrir 8 árum sem er, ef þú fer inn á random.org þá getur búið til eins margra hliða tening og þú vilt, þannig að þá getur látið teningin vera frá 1 og upp í 11 og inn í kjörklefanum þá getur bara kasta teningnum og leyft örlögunum að ráða. Það gerði ég, þið voru 9, ég fekk 5, þannig ég kaus Guðina þá. Mögulega myndi ég bara gera það sama aftur og það góða við að kasta tening er að meðan hann er í loftinu þá mögulega veistu hvaða tala þú vonar að koma upp og það getur svona hjálpa mann að taka ákvörðun rétta örlögunum sem sagt ákvörðuna og svo þegar örlögin grípa þá bara nei, komdu með þetta tilbaka en þannig að þeir eru svona eiginlega slétt sama
hver er þið kjörin að þér undanskildum? Svo hef ég bætt við upp á síkastið að þegar ég var að safna undirskriftunum og fæ fregnir af því að Ásdís Rán ætlar að bjóða sig fram, þá hugsa ég fyrst bara, nei, andskotin, þetta er orðin meiri sirkus heldur en ég bjóst við og alltaf bætast fleiri og fleiri í hópin. Ég held að verið samdægurs bara nokkru setna sem ég fyrir að hugsa um þetta og ég bara svona, ef að hlutverkið er svona ómerkilegt og almenningu vill meina, ef að forsetinn er ekki með neinn völd, ef þetta er bara gestgjafi sem á að halda fína veislur og taki höndin á þjóðarleiðtogum, okkur það bara ekki að kjósa Ásdísi. Þannig ég hugsaði að það sé það heiðarlegasta ef ég hefði sett X við eitthvað, að ekki það að ég sé sammála á því frambóði að það samræmist sko mínum stefnumálum, en það er einmitt af því það gerir það ekki. Þannig að ef við viljum bara einhverja ímynd út á við í þetta hlutverk og fína veislur, já, þú veist, þá hefði ég bara kosið hana. Það er mitt. Herðu, frábært. Ég þakka kærlega fyrir komuna í spjallið, Viktor Traustason, og gangi þér vel á laugardaginn og ókomna framtíð. Bara takk fyrir að bjóða mér og gangi þér allt í hæginn sömuleiðis. Takk fyrir.